Gott kvöld og velkomin í Kastljós. Starfsmenn embættis sérstaks saksóknara gerðu í dag húsleit á 9 stöðum. Við ætlum að ræða við Ólaf Þór Hauksson, téðan sérstakan saksóknara, atburði dagsins. Hér hjá mér setjast einnig á eftir Þórður Snær Júlíusson, blaðamaður á Morgunblaðinu, sem búinn að skrifa margt og mikið og þó nokkuð lengi Milestone og bótasjóð Sjóvár sem til rannsóknar. Og einnig Vilhjálmur Bjarnason, framkvæmdastjóri Félags fjárfesta, sem hefur ýmislegt að athuga við. Það fjárfestingar sem fé úr bótasjóðunum á að hafa verið notað í. En Ólafur, velkomin. Takk. Við byrjum á þér. Það leikur grunur á stórfelldum fjársvikum hjá Sjóvá, þess vegna farið í þessa umfangsmiklu húsleit. Orðið umfangsmikið hefur komið mikið við sögu í umfjöllunum þetta mál. Hversu umfangsmikið þetta? Þetta all stórt mál. Við fáum þetta sent frá Fjármálaeftirlitinu og varðar eins og framkom meint brot á hlutafélagalögum, lögum vátryggingastarfsemi og hugsanlega aukunarbrota ákvæðum hegningarlaga. Við höfum nú ekki heimfært þetta undir fjársvika ákvæði ennþá en við höfum vísað til kaflans. Þetta að ræða mörg tilvik, fjöldin allar af félögum sem hlut á og verulega fjárhagslega hagsmuni án þess að við getum beinlínis gert frekari grein fyrir hverju einu þessar atriða. Þannig að getur nefnt einhverjar upphæðir í þessu sambandi? Eða fjölda grunaðra? Nei, við getum ekki nefnt upphæðirnar en bara til marksum fjárhæðirnar þó þetta mál sem hefur verið til umfjöllunar viðskiptin í Macau. Það sem Sjóvá tapaði 3 milljörðum? Það sem voru gríðarlega fjárhæðir í spilinu og fólk getur kannski séð þetta svolítið fyrir sér þegar þetta eitthvað margfaldað upp. Og við höfum ekki þessum málum gefið upp fjöld þeirra sem hafa réttarstöðu grunnara eða eru grunnar í upphafi vegna þess að það staða sem kann að breytast eftir framvindu málsins. Eru þið búnir að yfirheyra marga í sambandi við þetta eða koma yfirheyslurnar núna í kjölfari? Við höfum ekki gefið upplýsingar yfirheyslur, hvað það langt að vera komnar en svona almennt séð þá þetta hefðbundið útspil að byrja á húsleitunum. Nú veist þú sjálfsagt eins vel og ég að það hafi verið sögursagnir á kreiki Milestone og bótasjóð Sjóvár mjög lengi. Hvers vegna farið í húsleitina núna? Það skýrist af því að við fáum málið á ákveðnum tíma og í framhaldinu fer fram greining sakaratriða, greining á málinu, greining á gögnunum og á þessu tímamarki voru við reiðubúnir til þess að fara með beiðni húsleitarúrskurð fyrir dóm. Það hefði ekki getað gerst fyrr? Nei, ekki eins og ástóð. Notaði þitt embætti þessar sérstöku valdheimildir sem embættinu hafi verið fengnar núna nýlega? Embætti fekk heimild til þess að óska eftir frekari gögnum frá til dæmis bönkum og þetta heimild sem kom inn 1. apríl síðastliðinn. Hún á nú ekki við vátryggingafélögin. Þannig að við gátum ekki brúka hana að sömu leyti og málavexti voru bara með þeim hætti að við töldum ástæðu til að fara inn í máli með þessum hætti að fara í húsleitir, fara á alla þá staði sem að mögulega koma til greina og reyna að tæma þann þátt á sem skemmstum tíma og það var gert með því að fara inn á 9-10 stöðum í dag og hefja leitina samtímis á 7 stöðum í einu. 9-10 segir þið, 9 var sagt í fréttunum, mistum við af einum? Já, mér sýnilega hafið þið mistað einum. Það kom í ljós þegar að fór að líða aðeins inn á eftirtekjuna að þetta eru 10 staðir sem fór með. Annað, það var leitað hjá Öskum Kapital sem bankinn sem sagt sem hafði milligöngu og starfaði heilmikið með eigendum Sjóvár. Það má þess að spyrja vegna þess að þið fóruð inn á heimilið, þið fóruð heim til Þórs Sigfússonar og fleiri og þeirra verðnir svona. Hvers vegna ekki var farið heim til forstjórans þáverandi þar að Tryggva Þórs Herbertssonar? Skiptir máli hans í þingmaður í því sambandi? Við höfum ekki verið að gefa upplýsingar hvar við farum nákvæmlega inn eða heima hjá hverjum og heima hjá hverjum ekki. En almennt séð þá ræðst þetta af gögnunum og hvar við teljum ástæðu til að ætla að við höfum upplýsingar krafsinu og metum umfang leitarinnar út frá því. Hvað var þar þennan aðlega sem hún nefnir að þá get ég ekki því miður gefið svakaðar hann varðar.
Nú þið komið með bílfarma af tölvudiskum og gögnum og ýmsu. Hvað tekur langa tíma að vinna úr þessu? Það tekur tölvan tíma að vinna úr þessu. Við njótum aðstoðar tæknideildar lögstjóns og höfuðborgarsvæðinu við að ferja og spegla gögnin á rafrænu formi. En handavinna í pappírnu sýnist mér að starfsmenns embættisins verði að sjá sjálfur. Þetta mun taka þó nokkuð marga daga upp hjá okkur og það eitt að skrá það sem hallar þar mun taka nokkuð dag. Menn verða pínlítið óþolinmóðir í talinu ekki þegar uppkoma mál eins og mál Madoffs í Bandaríkjunum sem nú þegar búið að sakfella fyrir stórfellda fjárglæfra og fjársvik, fá 150 ára fangelsisdóm. Hvað langt í fyrsta ákærur hjá ykkur? Þegar að búið að rannsaka mál og þá liggur fyrir að ákærandi þarf að taka afstöðu til þess hvort að hann gefur út ákæru eða lætur við svo búið standa. Þetta eru stór og umfangsmikið mál og þau taka langan tíma. Þetta farið svolítið út í óvissuna þegar að rannsóknarmáli hefst. Við vitum ekki nákvæmlega hvar vendum, en við verum bara að leitast við að upplýsa alla staðreyndir og það tekur þann tíma sem það tekur. Hvenær niðurstaðir að vænta því geti bara ekki svarað þessa stundu, en það alveg á hreinu að allir starfsmenn embættisins leggjast að fullu þunga í það að knýja málin áfram og að ljúka þeim málum sem mögulegt eins fljótt að vera mál. Þú segir allir starfsmenn embættisins. Þitt embætti hefur verið heilmikið til umfjöllunar eftir að Eva Jolie kom hér og lýsti yfir óánægju með það væri ekki nægur mannskapur, ekki nægt fé. Finnst þér, hvað ég segja, svo umkvörtun eða krafa hafa borið árangur? Hvernig gengur að efla embættið? Jú, það hafa orðið veruleg breyting til batnaðar með það. Við höfum fengið heimild til að bæta við fólki og við sprengdum nú utan á okkur húsnæði ekki fyrir alls svo löngu og það búið að finna annað húsnæði fyrir okkur sem við munum starra. Og hvað eru þá margir starfsmenn núna? Við erum 13 á tölu í dag og fjölga sennilega upp í 13 núna á næstu vikum, upp í 16 segi og síðan liggur loftinu náttúrulega frumvarp dómsmálaráðherra að fjölga saksóknunum 3 og fleiri tillögur liggja fyrir að styrkja þetta embætti þannig að ég merki ekki annað en að það sé sterkur pólitísku vilji og vilji meðal almennings að þessi vinna hafi forgang. Ertu ósammála kröfu yfir Jolie að Valtýr Sigurðsson eigi að segja þessar embætti ríkissaksóknara? Það var sagt í fréttablaðinu og þú hefur sendt honum stuðningsbréf þar sem að framkoma að þú værir ósammála henni og hennar krafa væri ekki sett fram í nafni embættisins. Fyrirspurn ríkissaksóknara beindist að því hvort hún talaði í nafni embættisins. Já. Því var svarað neitandi. Það bara sá sem hér situr sem að tjáa sig fyrir hönd embættisins. Í því bréfi kom ekki fram skoðun sérstaks saksóknara og ég tel reyndar að það reyndar ekki við hæfi að lægra sett stjórnvald sé að tjá sig hæfi eða vanhæfi aðra sett stjórnvalds. Þannig að þú lýsir engri skoðun í því máli? Ég hef ekki lýst þessu skoðun, þar að segja skoðun gagvart ég hinga til og tel það ekki við hæfi að þessi gert. Hafið þið fengið eitthvað af þeim erlendu sérfræðingum sem ykkur hefur verið ráðlagt að leita til? Já, við erum með núna 2 erlenda sérfræðingar sem eru að forma ákveðna vinnu og ég vænti þess að hefi þessi störf. Og við höfum haft framnót af 3. sérfræðingnum þannig að sú aðstoð að tínast inn í á. Og gagnast sem skildi eins og vonist náttúrulega til eða? Ég gerir væntingar til þess, Við erum búin að fá afrakstur af einum sérfræðingnum og svo vinna hefur verið vel af hendi reidd og erum bara bjartsýn með framhaldið. Ég veit að menn fagna því svona flestir að mista á stig að það sé eitthvað verið að gera, sýnilegt, það sést að þetta greinilega stór aðgerð sem þið farið í. En þó að það sé erfiðar að eyða rafrænum gögnum en pappír, það ekki svo menn hafa kannski haft þá nokkuð langan tíma til þess að skipta harðdiska eða hvernig sem menn fara því? Vissulega það náttúrulega alltaf best þegar hægt að fara í leitir og haldlagningu og slíkt sem fyrst í kjölfar þeirra máli sem uppkoma. En það breytir því ekki að peningar skilja eftir sér slóð og í bókhaldi líka hægt að finna slóð. Og einnig kann það að orka tvímælis ef eitthvað það finnst ekki sem ætla ætti að vera eins og til dæmis fylgiskjöl eða eitthvað slíkt. Þannig að það gefur líka vísbendingar ef leit ber ekki árangur.
Þannig að þið hefði ekki áhyggjur af því og meira segja það að þær húsleitir sem þið farið í íti kannski frekar á aðra, nú þurfið þeir að fara að taka til áður en þið mætið þangað? Við getum í sjálfsög ekkert spáð í þessa þróun. Eina sem við getum gert það að forgangsraða málum út frá meðal annars hættuna því að gögn spillist og setja þá þau mál framfyrir sem að við hefum kannski mestar áhyggjur að gögn verði ekki til staðar ef við draugum það við okkur að halda áfram í þeim. En þetta nokkuð langt ferli og við verðum bara að taka þessi skref sem að tilefni býður okkur. Já, en þú skynjar óþolinmæðina? Við verðum mjög áþreifanlega vör við óþolinmæðina en við verðum að gera þetta bara eftir þeim starfsaðferðum sem eru viðurkenndar og eru í samræmi við lög. Mér langar, við förum aðeins aftur að atburðum dagsins og þessu máli sem hefur verið heillengi í umræðinni. Þá kom Téður Tryggvi Þór Herbertsson fram og sagðist ekki vita annað en þetta hefði allt saman verið löglegt, þar að segja að þessar fjárfestingar með 4 bótasjóðunum í fasteignum og öðru, það væri fullkomlega löglegt. Er þetta einhvers konar grátt svæði eða má nota bótasjóðuna til dæmis sem við? Nú svolítið erfitt að fjalla málsatvik. Málið á rannsóknarstigi og nýhafið. Þannig að það mjög erfitt að fara í þessi debattatriði. Þetta nánast málflutningur. En embætti færi nú sennilega ekki í rannsókn þessu tagi öðruvísi en það teldi rökstuddan grunnstanda til þess að brot hafi átt sér stað á lögum. Hvernig miðar öðrum rannsóknum? Nú er það með, eins og segir, 13 starfsmenn, það mjakast, en þetta eru gríðar mikil mál. Býður þá allt annað á meðan verið að greina þessi gögn? Við þurfum að flytja styrkinn til eftir málum en við reynum að hafa þannig verklega á því að starfsmennir og starfskraftan nýtist sem best. Það konstant vinna í tilteknum málum. Það getur komið svo stað að það þarf að flytja allan styrkinn yfir í 1 mál tímabundið en síðan haldið menn áfram með það sem frá var horfið. En til meðferðar við embætti núna 26 mál og sum þeirra eru komin lengra en önnur og ég vona bara til þess að við náum að ljúka vinninni eins fljótt og má. Hafa allir mætt í yfirheyrslu sem þið hafið boðað? Já, það hefur verið vel mætt í yfirheyrslu hjá okkur og þá líka við þá sem hafa verið boðaðar erlendis frá. Kæra þakkir fyrir komuna í Kastljós, Ólafur. Nú hér eftir augnablik setjast hjá mér þeir Þórður Snær Júlíusson, blaðamaður á Morgunblaðinu og Vilhjálmur Bjarnason, framkvæmdastjóri Félags fjárfesta. Jú, velkomin aftur. Hér eru sestir hjá mér Þórður Snær Júlíusson, blaðamaður á Morgunblaðinu og Vilhjálmur Bjarnason, framkvæmdastjóri Félags fjárfesta. Við ætlum að kafa aðeins dýpra í þetta mál sem til umræðu, þar að segja Sjóvá, húsleitir, bótasjóð. Þetta eitthvað sem þú ert búin að skrifa mikið, margt og þó nokkuð lengi, Þórður Snær, í Morgunblaðið. Geturðu sagt okkur og áhorfendum svona í tiltölulega skiljanlegu máli hvað þetta snýst? Hvers slags brot að ræða? Sko, þetta snýst kannski það að árinu 2005, þegar Milestone menn kaupa sig inn í félagið, í árslok þess árs, þá eru heildareignir Sjóvá 36 milljarðar. Og bótasjóðurinn svo kallaði, sem vátryggingaskuld, á skuldahlið efnahagsreikningsins og hann rétt rúmlega 20 milljarðar. Þegar segir á skuldahlið efnahagsreikningsins, þá þetta í gróðdráttum bara varasjóður til þess að greiða fyrir það sem iðgjöldin hafa greitt fyrir nú þegar og þau búa fjárfesta fyrir iðgjöldin. Þetta venjulega gert í venjulega vátryggingafélögum, í ríkisskuldabréfum, mögulega í einhverjum fasteignum og svo framvegis. Og á þessum tíma, í árslok 2005, er lántaka Sjóvá hjá lánafyrirtækjum 150 milljónir, mjög lítil með við svona stórt félag. 2 ára síðar, Milestone menn kaupa síðan félagið algjörlega árið 2006 og í árslok 2007 sem síðast birti ársreikningu þá eignarhlutin orðið 98,9 milljarðar. Hann er búinn að stækka alveg gífurlega. Og hvaðan koma þessi 60 milljarðar? Þeir koma að láni, mest megnis. Þarna komin inn nýr liður á efnahagsreikningi, inn í ársskýrslunni hefum, sem kallast fjárfestingafasteignir, eða svona fjárfestingaeignir. Og þetta eru þessi margum töluðu verkefni meðal annars í Macao og víðsvegar í Evrópu og virði þessar hluta eru 50 milljarðar. Og þarna koma sko bæði þessi verkefni og eins og þau eru bókfæru efnahagsreikningin og þær skuldir sem fylgja með. Allt inn á efnahagsreikning þessa félags, vátryggingarfélagsins Sjóvá. Þannig að á þessum tíma í árslok 2007 þá Sjóvá orðið eiginlega bara fjárfestingafélag og
og vátryggingareksturinn er bara hluti af þeirra rekstri, sko. Og þetta raunlega snýst þetta, sko, að Milestone og Aska Capital, sem var fjárfestingarbanki í eigu Milestone, hafi fært eignir sem þeir áttu, fjárfestingareignir sem þeir hafa annað hvort fjárfestu eða letu Sjóvá beint fjárfesta inn á efnahagsreikning Sjóvá. Og þegar þú segir það, færðu eignir inn í Sjóvá, þá hljómar það mjög vel, en á heimboðina að þá eru nú einhverjum mínusar þarna líka. Já, ég menn það fyrir náttúrulega algjörlega eftir eðlilega eignana. Við byrjum að skrifa þetta í nóvember í fyrra og þegar við fengum ársreikning Sjóvá fyrir árið 2007 eftir svona krókalegum, hann var þá óbirtur og þessi liður vakti athygli og ég fór að funda þarna með starfsmönnum Sjóvá og spurði á meðal hans hvernig það er komið til að Milestone hafi verið að setja eignir inn í Sjóvá, vegna sem ég þótti það frekar svona óvenjulegt. Og þau sögðu að þetta hefði verið vegna viðskiptaskuldar og ég spurði ítrykkað og hef gert alla tíð síðan í öllum þessum blessugur eins og ég skrifaði þetta hvernig þessi viðskiptaskuld var til, hvernig vildi það til að fjárfestingafélagi eins og Milestone skapa þetta viðskiptaskulda við vátryggingarfélagi Sjóvá og ég hef aldrei fengið einu svör við því. En þið grunar að það líki í því að því hafi verið tekið út úr bótasjóðunum? Ég er ekki mitt hlutverk að gruna neitt, sko, ég bara skrifa það sem ég veit, en þeir geta farið í að flutt svona mikið eignum yfir í félagið vegna þess að bótasjóðurinn eða þess að vátryggingarskuldin er svo sterk að inni. Það er eina ástæðan að þeir geta þetta. Þú sagðir hérna í fréttum Stöð 2 í kvöld að það var ekki hægt að aðskilja vátryggingastarfsemi og fjárfestingastarfsemi. Nei, það er ekki hægt. En brotin liggja sem sagt í því að nýta þetta fé sem lág í bótasjóðunum eins og hann lýsir þessu að það eru fluttar eignir yfir í Sjóvá en það er líka fluttar skuldir. Efnahagsreikningur hann þenst út ekki bara á eignarliðinni, hann þenst líka út á skuldarliðinni. Og tjónaskuldin eða bótaskuldin hún hækkar hvað 600 milljónir eitt árið, svona minniháttar breyting og þannig að félagið sem er tiltölulega sterkt, það er notað til þess að taka lán, traust félagsins er notað til þess að taka lán. Þannig að bótasjóðurinn er notað sem veð, er það? Hann getur verið notað sem beint veð eða þá að styrkleiki félagsins verður bara í heild sinni andlag til veðs og í þessu máli þá höfum við náttúrulega mjög takmarkaðar upplýsingar. Hann sem er búin að liggja í málinu frá því í nóvember og ég sem hef nú svona bara fylgst með lestri og gamalli reynslu af rekstri tryggingafélaga að þá sko hafa menn alveg gjörbreytt eðli þessa tryggingafélags sem er bara gamalt, gróið, íhaldssamt félag sem að skuldar vátryggjendum 2 ára iðgjöld og það er verið að bíða eftir uppgjörnum tjóna og svo framvegis og félaginu ber að fjárfesta þá fjármunni sem að það hefur í sínu rekstri skamma tíma og það sem við þekkjum besti í fjárfestingum eru til dæmis bílalán. Þau hafa líftíma 1 ár og renna í gegn. Ríkisskuldabréf, þau eru alltaf seljanleg og vátryggingatakar þeir eru ekki að þurfa að bíða eftir því að eigni Maká seljist. Ríkisskuldabréf seljast á korteri. Af því leyti er þetta andstætt, hvað maður segja, almennri fjárfestingarstefnu, en er þetta brot á lögum? Sko, nú tóri ég ekki að segja, sko, það er betra að spyrja það sem hér samt áður það hvort þetta er brot á lögum og hann er greinilega að rannsaka það. Hann má ekki segja það. Nei, hann er ekki hann er ekki með að kveða upp dóm, hann kveður ekki dóm, en það er greinilegt að í þessu máli þá eru það alvarlegar grunnsendir að þarna hafi verið farið á svig við lög og reglugerðir og vátryggingarfélag er í eðli sinni fjármálafyrirtæki vegna þess að þetta hefur í vörslu sinni fjármuni frá viðskiptavinum, tryggingatökum sem eru líka tjónþolar og félagið verður að geta staðið við skuldbindingar sínar og til þess er ætlast að félaginu og síðan er opinbert eftirlit og það má nú alltaf ekki segja að opinbert eftirlit hafi brugðist en
þeir góðu herrar sem stjórna þessu, þeir vísa alltaf til þess að allt hefur verið sent til fjármálaeftirlitsins og þar með síðan gott og blessa. Já, fjármálaeftirlitið sendi það svo til sérstaks saksóknara. En sko, síðan var mér sagt snemma í dag að síðasti reikningur sem ekki hefur verið birtur fyrir árið 2008, það var bara eina sem sagt við mig, hann hár og býsna skrautlegur. Hár og býsna skrautlegur, vegna þess að þær skuldir sem fluttust með þessum eignum yfir í öllu þessu makki saman, þær eru flestar í erlendu gjaldmiðli og með að við gengi krónunar, þá getur maður rétt ímyndaðir hvernig 40 milljarðar í erlendu skuldum standa í dag. En síðan annar mála að Milestone, að efnahagsreikningur þess sem var nú ekkert birtur, að þar eru stærstu hluti eigna viðskiptavild. Einmitt, og Milestone núna undir skilanefnd Íslandsbanka. Og það undir skilanefnd Íslandsbanka og það það spurning hvort að nokkuð hann hafi verið nokkuð eigið fé í þessum máli og við dettur jafnvel í huga að félagið hafi verið keypt fyrir bótasjóðum. En nú hef ég ekkert fyrir mér í því, en þetta svona... Já, menn fóru ótrúlega hringi í þessu. Já, menn fóru ótrúlega hringi, en þetta en ég svona leiði mér að hugsa þetta upp átt og menn með að hugsa upp átt. Já, það ekki bannað ennþá. Þórður, þú ert búin að skoða þetta síðan í nóvember og vantar enn svar við þessari viðskiptaskuld og við erum svo sem ekki dænum það eins og ég sagði hér við sérstakann saksóknara að þessar sögusagnir hafi verið á kreiki mjög lengi, að þarna hafi eitthvað misjafnt farið fram og bótasjóðurinn verið notaður á óviðeigandi hátt. Komið þér á óvart hversu langan tíma það tók svona þangað til var farið í húsleitina? Nei, sjálf sér ekki, ég menna þetta ferli liggur alveg fyrir hvernig þetta gengur fyrir sig, svo getur það skoðun á því hvort þetta sé rétt að leiðin, sko, en það þannig að þessi mál fari gegnum FME og þau vísa þeim síðan áfram og menn það ekkert langt síðan við sögum frá því þegar það gerðist, þegar FME hafa núna einhvern veginn í maí, þeir vísu svo áfram til sérstaks saksóknara og þar hefur þetta þeir hafa stund að fara í sína frum athugun og svo fara þær í þetta og svo vantarlega yfirheyrslur í kjölfarið. En ég meina, þú veist, þá getum við bara diskuterað hvort að þetta kerfi í heild sinni sé rétt. Svona þetta sett upp í réttaríkjun Ísland og það bara þannig. Það talað þessar fasteignir í Macau, í Hong Kong og það hefur verið talað sænska tryggingafélagið Moderna AB en síðan sagði Ólafur að þetta væri fjöldamörg félög. Hefur þið kynnt þér það? Er þetta miklu fleiri og margvíslegri fjárfestingar en svona almennt hefur komið fram? Já, þau getur séð það ef maður bara flettur upp í þau félög sem eru skráð á heimilisfangssjóði. Það er mikið af svona undirliggjandi fasteignafélögum. Þau heita nöfnum eins og SJ1, SJ2 og svo framvegis. Þannig að þetta er út allt og suma þessum eignum í Evrópu. Þetta eru eignir í Belgíu og Þýskalandi, ég held að sé einhvers staðar í Austur-Evrópu og svo náttúrulega í Asíu sem komið fram. En það sem er kannski sérkennilegt við þetta er það, og bara eins og forstjóri Sjóvá hefur oft sagt, er það að Milestone hafi svona eiginlega haldið utan og séð þessar eignir. Og forstjóri vátryggingafélagsins það var einhvern veginn spyr maður sig, út af því að Sjóvá er í eigu Milestone, af hverju þurfa þessar eignir að vera en efnahagsreikningi Sjóvá ef að Sjóvá hefur ekkert með það að gera? Af hverju það ekki bara en efnahagsreikningi Aska eða efnahagsreikningi Milestone? Þetta er... Sem myndi teljast mjög réttmætt. Já, ég meina, þetta er einhvern veginn svona, þetta er dálítið sérkennilegt að þetta sé inn á efnahagsreikningi vátryggingafélags en samt hefur stjórnendur vátryggingafélags ekkert með þessar eignir að gera. Já. Vilhjálmur, ég get nú eiginlega ekki slepptir nema að spyrja þig út í orðin gott ef þú talaði ekki borgarastyrjöld, þess að væri yfirvofandi ef til þess kæmi að Björgólfsfeðgar fengju 3 milljarða afskrifaða af sinni 6 milljarða skuld vegna kaupa á Landsbankanum hjá Kaupþingi. Skuldin er hjá Kaupþingi vegna kaupa á Landsbankanum. Ertu að segja það verði allt vitlaust? Já, ég eiginlega að segja það vegna þess að ef að þetta fer svona að þá er komið hér ágætisfordæmi að því að velmeðandi fólk þurfi ekki að borga nema helminga sín í skuldum. Þá hætti allir að borga? Já, þá hætti allir að borga. Og ef að fullnustu sýslumenn í þessu landi ætla að fara að ganga og lánastofnanir og fyrst og síðan sýslumenn ætla að fara að ganga að öðrum greiða sitt að fullu, að þá er hér bara liggur mig við að segja og ég segi bara borgarastyrjöld. Við lögum samfélagið. Sko, neyðarlögin sem voru sett í vetur, þau voru sett til þess að koma í veg fyrir að fjármálakerfið hrindi, en með svona lögðu, þar sem að
einn af ríkustu mönnum heims, býðst til þess að borga íslenskri lánastofnun smávægilegan hluta af eignum sínu til þess að greiða upp sína skuldir og skuldbindingar. Fyrir utan allt annað. Þannig að þú ert sannfærður að þeir séu borgunum en fyrir þessu? Ég hef ekki hugmynd það, en það á bara að reyna á það með þeim aðferðum sem heita fullnusta, árangurslausu fjárnámi, eða þá að eftirgreiðslan. Því, já, eftirgreiðslan í öðru löndum, eftir eignum. Það er að segja að reyna fullnustu til hlítar. Og það kemur þá í ljós hvort að þeir eru borgaramenn fyrir þessu. En að það sé gert með svona frjálsum samningum, það finnst mér ótrúlega mikið frjálslyndi. Ertu sammála þessu, Þórir? Já, ég held að... Þó ég sé að biðja mig að fara inn á... Nei, þetta er ekki máli. Ég hef nú skrifað mikið Samson líka. Manni finnst hún einhvern veginn út af því að þessi banki var keyptur rúma 11 milljarðar til að byrja með. Og mér finnst það svona að vera að setja í stærra samhengi vegna þess að svo hann settur inn í þetta félag Samson og svo náttúrulega hækkar virði bankans mikið og það virði er veðsett fyrir alveg óheyrlum skuldum. Já, og Samson... Og bankin greiðir arð? Já, og Samson var, þeir sem, eða kröfu hafa Samson núna eiga alveg gífurlega háar kröfur, ekki bara kaupþing, fullt af öðru liði, sem þeir mun ekkert fá greiddar vegna þess að langstærsta eign í Landsbankinn er 0. Já. Þannig að það að segja að þeir hafi greitt fyrir bankan, en þeir veðsett hann strax aftur. Já. Það liggur alveg fyrir. Það er náttúrulega hluti af mistökunum við sölu að þegar sölu Landsbankans að þegar kaupandinn er samþyktur þá er það ríkisendurskoðun og fjármálaeftirlit sem gangur skugga það að við komum þessi borgaramenn fyrir þessu. En það er afskaplega einfalt að labba bara yfir í Búnaðarbanka og fá lán fyrir bankanu þar og síðan þegar Búnaðarbankin er seldur að labba yfir í Landsbanka og fá lán fyrir bankanu þar. Þetta var ekki það sem okkur var sagt og ef að fjármálaeftirlit og ríkisendurskoðun ef þeim yfirsjást þetta, eða var kunnugt þetta, þá hafa meira átt að mistökur í gerð. Og líklega ekki þau einu í allir þessari sögu. Kæra þakkir fyrir komuna til okkar Vilhjálmur Þórisnæs. Kastljósi er lokið í kvöld. Við skulum sjá til hvenær við verðum hér aftur. Alla jafna er ekki Kastljós í júlí en við fylgjumst það sjálfsögðu með þeim stóru atburðum sem verða í íslensku samfélagi og verða þá hér á okkar stað.